beint í ferðalagið. Já, komið sæl. Það gengur skil yfir landið síðastliðna nótt og var að eðlilega þeim sökum nokkuð hvasst og gerði nú svona ýmest slittu snjókomu eða rigningu. Það er þar sem skilin fór yfir en á hádegi í dag að þá voru nú þau komið hér að mestu leyti norður yfir land. Liggja þó hér yfir norðvestanverðu landinu og lægða miðan sjálf stödd hér vestur af landi. Og ef við horfum á þróuna til morguns þá skiptir nú þessi meginlægð sér svona upp þegar komið fram á nóttina og leitar síðan til austur sem þýðir að norðanáttin tekur smá saman yfir hér hjá okkur þegar líður á morgundaginn. Og jafnvel fyrir en svo, það er nú þegar skollið á norðaustan hvassviðri stormur á Vestfjörðum með stór hríð. En var þetta hitasvið og svona var þetta eilítið mildara loft sem kom inn yfir landið en það hörfa nú fljótt frá landi þegar lægðin leitar austur eftir. Og þessi norðanátt hún mun síðan ganga niður þá á miðvikudagskvöld eða aðfaranótt fimmtudags og svona útlit fyrir að það verði svona síðasta norðan áhlaupi hjá okkur í bili hið minnsta. Eða svona annar karakter á veðrinu framundan. En hvað var að stöðuna núna í kvöld þá sjáum við að það er norðaustan stormur víða á ströndum og Vestfjörðum og viðvaranir þegar komnar í gildið og fyrir Vestfjörði það sem er appelsínugul hríðaviðvörun eðlilega mjög erfiðar samgöngur eða ófært af þessum sökum en þetta teygir sig einnig til Breiðafjarðar og Norðurlands vestra og þó sérstaklega á ströndum þar en strengurinn mun seinna meir leita hér aðeins lengra inn á land þegar líður á nóttina og morgundaginn. Og við sjáum á undantölu að þetta er verulega hvasst í þessu og breytir svo sem ekki mikið til morguns. Klukkan 8 í fyrramálið verður staðan á þessa leið og við sjáum að sömu viðvaranir eru enn í gildi á norðvesturhorni landsins en strengurinn svona farin að fikra sig eilítið meira inn á landið og ágætis veður svo sem í öðrum landshlutum fyrir hluta dags á morgun en dreifir síðan úr þessu norðanátt nær þá til annarra landshluta. Það sljákkar þá heldur á vindunum norðvestan til og viðvaranir munu svona smá saman seinnipartinn á morgun ganga úr gildi og orðið svona öllu þólulegri aðstæður þar þá annað kvöld sem og þá við sjáum í öðrum landslundum og vissulega verði strekkingsvindur og jafnvel skafrenningur og þá er þetta nú nokkrum skörum lægra. En hvað varðar framhaldið síðan á miðvikudaginn þá sjáum við að það er áframhaldið norðanátt í þessu en hún mun nú byrja að ganga niður seinnipartinn þá fyrst landið vestanvert. Mun minni úrkoma í kortunum fyrir norðanvert landið, snjómugga eða éljaveður og úrkomu lítið að öðru leyti á landinu. Það getur þó komið hér lægðadrag upp að suðurströndinni þar sem gæti snjóað allra síðst á landinu og það er svona nokkuð kalt í þessu daghitinn fyrir yfir frostmark sjálfsagt hér sunnanlands en að öðru leyti erum við að tala frosst og hækkandi loftþrýstingur og hæðarhryggur yfir landinu þá á fimmtudaginn eins og við sjáum hér því bjart veður nokkuð víða þó að geti nú gert í él eða snjóa sumstaðar út við strönd landsins. Þegar komið sinna fram á föstudag þá verður kemur lægð með skilum upp að landi og það er hlýra loft sem að sækja þá að okkur úr suðri og viðbúið að með upp úr hádegi þá verður nú þetta staðan á þessa leið allhvass eða hvöss suðlæg átt og talsverð úrkomu í þessu sunnan á Vesturlands getur verið snjókoma eða slita fyrst sinn en fer síðan á nefa þá yfir í rigningu. Og viðbúið síðan að þegar komið er svona inn á helgina þá munum svona þessi skil ganga yfir og þá förum við yfir í suðvestanátt með éljaveðri. En þetta er þessi staðan þá fyrir morgundaginn, það er þessi hvassi norðanstrengur sem er að stríða íbúum og norðvesturhorni landsins. Viðvaranir í gangi og ófærð nokkuð víða en svona hægara veður í öðrum landshlutum þar til að líður á morgundaginn. Segjum þetta gott í bili, verið sæl.